Benedikt Guðmundsson. Benni, það var tvöfaldur síðustu helgi á móti Fjölni, sigur á Stelpunum. Skulum byrja á því. Þetta var nokkuð öruggur og þægilegur sigur. Já, maður segja það. Við byrjuðum mjög sterkt og náðum góðu fótskoti bara mjög snemma og voru vel yfir í hálfleik. Svo bættum við aðeins í seinni hálfleik en ekki mikið en öruggur sigur allan tímann. Þetta er svona, það er kannski, já, eins og í hálfleik, þá var í raun leikur þannig að sé búinn, þannig að það hafa kannski ósjálfrátt pínu slakað á. Já, örugglega eitthvað og fengu allar að spila í seinni hálfleik og Telma kemur hann að bekknum, frábær innkoma og svo, já, bara flottur liðsigur. Telma var náttúrulega frábær, hún var með einhver 19 stíg. Já, bara kom með þvílíka innkomu og þetta er það sem maður vill fá að bekknum, einhver sem kemur svona með X-faktor inn í þetta og breytir leiknum svolítið og hefur góða áhrif á hann, þannig að við þurfum að fá meira svona. Það gleður. Það gleður alltaf. En svo, ef við hoppum örstutt inn í kallaleikinn, þá er kannski betra að ég setji mig í þann gírinn að spyrja að vera svona eins og hagfræðingur. Þeir koma alltaf með skýringar eftir á. Hvað gerðist? Við bara vorum að spila gott lið sem vann okkur bara. Þeir byrjuðu betur eins og öll liðin sem við mætum og við vinnum okkur inn í leikinn aftur. Erum 3 yfir í hálfleik, lendum síðan aftur eitthvað undir og eru svo komnir yfir og þá kom bara önnur niðursveifla og við lendum einhverjum 10-12 undir þegar einhver 4-5 mínútur eftir og svo minnkum við þetta niður í 4 og tökum okkur þá til og hendum boltanum frá okkur í tvígang, þannig að þetta var, við áttum eiginlega ekkert skilið að vinna leik. Þeir voru bara betri og gráður í einu sigur. Þá hefur langað meira? Já, þeim langaði allavega nokkuð mikið og gáðu sér allir í þetta meðan við þurftum svona að láta vekja okkur eins og í upphafi allra leikja og enn og aftur eru andstæðingarnir að ná fyrsta högginu en núna náðum við ekki að snúa þessu við og taka völdin, þannig að nú bara verðum að fara að byrja leikina að krafti. Og það er kannski bara fínt að menn stefni þá að því í næsta leik sem er gegn toppliði Vals. Þeir eru taplausir það sem að vera mótið. Þessi leikur á föstudaginn er miklu stærri heldur en kannski menn gera sér grein fyrir. Þarna er bara leikur það hvort við séum ennþá í baráttunum að fara beint upp og losna í úrslitakeppnina í lok tímabils. Eða hvort að við erum bara búnir. Þú mátt ekki tapa mörgum leikjum til þess að geta farið beint upp og sloppið úrslitakeppnina. Það er, ef að Valsararnir ná 4 stiga fótskoti á okkur, þá erum við bara ekkert í góðum málum hvað það var. Þetta er þá alltaf ennþá möguleiki að fara upp en þessi leikur er gríðarlega mikilvægur. Hver er líkillinn? Hvernig þarf að leggja upp til þess að ná hagstæðum úrslitum? Við þurfum bara að halda áfram að spila svona nokkuð ágætan varnarleik en sóknarlega þurfum við að gera betur. Stigaskori getur ekki bara verið á einhverjum 2-3 leikmönnum. Við þurfum að fá framlag frá öllum, þeir sem kom inn á bekknum, öllu byrjunarliðinu og eins og var á móti Skallagrími, þess að við fengum framlag frá öllum, þá erum við hrikalega flottir. En ef að vantar nokkra, þá er þetta ströggl. Við köllum eftir því á móti Val. Já, ég veit að gerist. Það er bara, við erum með menn í liðinu sem ekki fara að eiga 2 leiki svona í röð sem þeir áttu á sunnudag. Benni, svo að laugardagurinn, þá að stelpurnar að taka á móti Skallagrími og þeir eru búin að mæta þeim inn í sínu og það var reyndar tap í þeim leik, en það var hörkuleikur. Já, sá leikur var okkar svona allra besti leikur á tímabilinu, þó kannski hljómi asnalega, en Skallagrími er náttúrulega langt besta liðið í þessari deild
og erum með fínan kana, erum með flotta stelpur sem er landsleiki á bakinu og með reynslu og eru svo hérna með yngri stelpur líka sem í bland sem mynda alveg hörkulið og mikil uppsveifla í kvennaboltanum í Borgarnesi. Þannig að þetta verður mjög erfiður leikur en það er allt hægt og gaman að fá loksins heimaleik hérna hjá stelpunum. Já, og það ég hefði auðvitað átt að byrja að segja bara loksins. Nú er loksins komin heimalegur. Það er kannski þá full ástæða til að hvetja alla stuðningsmenn körfuboltans að koma fyrst á föstudagskvöldi og hita upp þar og koma svo að halda áfram skemmtunni á laugardaginn. Já, ég trúi ekki öðru heldur en að verði góð mæting á þennan leik. Það eru margir orðnir óþreyðir fullir að fara að berja stelpunnar augum, ekki búin að sjá það lengi síðan bara í Lengjubikarnum í september. Þannig að nú er loksins komið að fá heimaleik og þetta er heimavöllur hérna þar sem við ætlum að vinna alla leiki. Einar Valbergs og félag, kölluðu þetta gaskleifan og eigum við ekki bara að halda því áfram? Jú, það er ágætis nafn, ekkert verið en hvað annað. Benni, leikverðnar hjá strákonum, það er föstudagskvöldi klukkan 20 og stelpurnar á laugardaginn klukkan 16:30. Já, bara 2 mikilvægir leikir og við þurfum, sérstaklega eftir sunnudaginn, nú þurfum við bara toppmætingu og fólk hérna peppa okkur og hvetja okkur og berja okkur í gegnum það að vera ennþá í toppárunni karlamegin og koma okkur í toppárunna kvennamegin. Það er allt hægt. Það er allt hægt og lykillinn er sterkur heimavöllur hjá öllum liðum, þannig að nú reynir á félagið. Benni, þetta var góð lokaorð, gangi ykkur vel. Takk fyrir það.